Kirkja hefur verið á Þingvöllum frá því skömmu eftir kristnitöku. Sögur herma að Ólafur helgi Noregskonungur hafi gefið sérstakan kirkjuvið til að reisa kirkju á Þingvöllum. Ekki er vitað með vissu hvað svo kirkja stóð. Við uppgröft vestan við kirkjuna í maí 2009 kom í ljós hleðsla frá því 1500 sem staðfesti væntanlega að kirkjan var þar þá. Kirkjan sem nú stendur á Þingvöllum var byggð árið 1859 og vígð á jóladag það ár. Hún kostaði 526 ríkisdali og 5 skildinga. Undirbúningi konungskomunnar 1907 var turni kirkjuna breytt. Samkvæmt tillögum Rögnvaldar Ólafssonar, húsameistara. Í turninum 3 klukkur, ein forn án ártals, önnur gefin kirkjunni af Jóni Vídalín biskup á vígslu ári hans 1698 og svo þriðja Íslandsklukkan frá 1944. Kirkjan á ýmsa ágæta gripi, meðal annars predikunar frá 1683 og altaristöflu málaða af Ófeigi Jónssyni, bónda á Heiðabæ árið 1834. Kirkjan eignaðist aðra altaristöflu eftir danskan málara Anker Lund árið 1896 sem málið hafi verið árið áður. Skírnarfontur kirkjunar frá 1962 hannaður af Guðmanni Ólafssyni, bónda á Skálabrekku. Kirkjan á einnig skírnarfat font, en það hvarf úr kirkjunni fyrir allmörgum árum. Kirkjan var friðuð 1. janúar 1990 samkvæmt aldursákvæði þjóðminjalaga. Með lögum sem tóku gildi 1. júní 2007 Þingvallakirkja eign íslenska ríkisins. Ríkið á fyrir Bessastaðakirkju og Dómkirkjuna á Hólum. Fyrsta kirkjan á Þingvöllum var reist fljótlega eftir kristnitöku. Snorri Sturluson segir í Heimskringlu að Ólafur Haraldarson, Noregskonungur sem komst til valda árið 1015 hafi sent kirkjuvið til Íslands og var þá reist kirkja á Þingvöllum. Alla tíð frá því kirkja Ólafs konungs var reist hefur staðið þar kirkja. Samkvæmt Grágás, lagasafni þjóðveldistímans, mátti lögsaga fara fram í kirkjunni ef illa viðraði. Alþingi var sett með guðsþjónustu og sá siður hefur haldið síðan. Prestastefnur fóru fram í kirkjunni meðan alþingi var á Þingvöllum til 1798.